Ég ætla aðeins að útskýra prjónamerki. Prjónamerki getur verið alls konar, mjög mikið svona skraut og skemmtilegu fylgihlutir. Það svona lokulykkja og svo svona krækja sem hægt að loka og opna. Og svo líka svona, þetta segull og þetta stál, þannig að svo tínir þessu og bara dregur það sig upp sjálft. Gott að setja líka alveg nálar á þetta og svona, þetta mjög sniðutæki. Allavega, nú erum við þess að hérna er ég að gera laska á peysinu sem ég að hanna uppskriftina. Og í laskanum felst að það sé 2 brugnar, 1 slétt og 2 brugnar. Það er alltaf þannig. Þannig að nú þurfum við að færa prjónamerki rétt. Hérna ég sem sagt með prjónamerki sem lokað. Og af því það lokað þá færi ég það alltaf á milli prjónana. Þú veist. En núna ætla ég að halda munstrinu, þannig að núna fer ég hérna inn í og gera útaukninguna. Ég að fara að gera útaukninguna til hægri og hún á að vera slétt og svo færi ég prjónamerkið og núna ég ennþá að halda sama hérna laskanum í munstri. Ok, svo núna hérna prjóna ég prjóna ég 2 og hérna miðjulykkjan og með miðjulykkjuna merkti ég hérna í byrjun að því að ég eik út í annarri hverju umferð þá get ég talið það, hún bara kjur hér, hún færist ekkert með. Þá tel ég, þú veist, það hérna aukið í þessari umferð 1, 2, 3, það komna 4 útaukningar. Svo ég prjóna hana slétt og svo prjóna ég bara aftur hérna brauðið sem svona og nú vil ég halda munsturs í þetta þannig að þá færi ég merkið núna yfir og eik svo út til vinstri. Svona og svo prjóna ég áfram. Ástæðan fyrir því að þessi merkir hér að þau eru alltaf á sama stað og útaukningin fer sem sagt eins og hér þá hérna jók ég út áður en ég færði merkið en hér færði ég merkið og jók svo út. Ég vona þið skiljið þetta. Þetta svona ein leið til að nota prjónamerki í.